Líf ríkisstjórnarinnar hangir á bláþræði. Ingibjörg Sólrún gefur Sjálfstæðisflokk frest til morgundags til að svara. Geir H. Haarde sagði eftir fund þeirra í kvöld að það væri ábyrgðarleysi að skilja ríkið eftir stjórnlaust. Samfylkingin hefur lagt tillögur fyrir Sjálfstæðisflokkin nýja skiptingu ráðuneyta og að seðlabankastjórum verði vikið. Björgvin G. Sigurðsson sagði af sér embætti viðskiptaráðherra í morgun leið og hann lét reka stjórn og forstjóra fjármálaeftirlits. Steingrímur J. Sigfússon segir þjóðstjórn besta möguleika í stöðunni. Hann segist ekki hafa rætt við Samfylkingu í dag. Líf ríkisstjórnarinnar hangir á bláþræði. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir mun gefa Sjálfstæðisflokknum frest til morgundags til að svara. Nú Heimir Már Pétursson við Granaskjól, heimili Geirs H. Haarde, þar sem forysta Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar hafa fundað í dag. Nú Heimir, Ingibjörg Sólrún gefur þennan frest til morgundags, en má búast við því að niðurstöður liggi hugsanlega fyrir í kvöld? Já, það ekkert hægt að útiloka í þeim efnum. Forsætisráðherra sagði að það alls ekkert útilokað, að það gæti orðið niðurstaða í kvöld, en mér heyrir svona frekar á þeim báðum að það verði ekki fyrir á morgun, en það hljóðið eiginlega þannig að ég met stöðuna þannig allavega að það sé ekki búið að ganga frá því að verða við öllum þeim kröfum sem Samfylkingin hefur sett fram. Og það hefur verið hálfgert umsátusástand hér heimili forsætisráðherra í dag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokksins og menntamálaráðherra, hefur verið hér hjá forsætisráðherra í allan dag og enn. Og það ekkert útilokað að þingflokkur Sjálfstæðisflokks og jafnvel Samfylkingar verði kallaðir saman í kvöld, en líklega ekki þó fyrir í fyrramálið. En við skulum heyra aðeins í Geir Haarde sem kom hérna út af heimili sínu og ræddi við okkur fréttamenn nú fyrir stundu. Hvað stendur út af borðinu hér eftir fundi ykkar Ingibjargar í dag? Það bara, niðurstaðan ekki komin. Það það sem niðurstaðan á þessu stígi. Mínar heimildir herma að Samfylkingin gerir kröfu það að fá leiðandi ráðuneyti sem að snerta efnahagsmálin í áframhaldandi samstarfi, það rétt? Ráðfærið aðeins betur við þínar heimildir, það ekkert borðfast í þeim efnum núna. Þú vonaði að ríkisstjórnin haldi? Já, það getur bara alveg brugðið til beggja vona það, en það náttúrulega ábyrgðarhluti að skilja landi eftir stjórnlaust eða efna hér til stjórnarkreppu, og allir flokkarnir, ekki síst þeir sem nú sitja við völd, bera ábyrgð á því að það sé hægt að leiða áfram til lykta þau mál sem eru hér í vinnslu og varða hagsmuni heimila og fyrirtækja. Og það líka mjög mikilvægt að svo áætlun sem við erum með og í samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn haldi, og við getum staðið okkar í því, vegna þess að þá förum við að sjá árangur. Verður niðurstaða í þessu í kvöld, Geir? Geir, verður niðurstaða í þessum efnum í kvöld? Já, nú síðu von á því. Ekki ljóst að þið eru undir miklum þrýstingi á að gera stokka rækilega upp í ykkar ráðherralið og í Seðlabankanum í ljósi atburða dagsins? Nei, við erum ekkert undir neinum meiri þrýstingi heldur en vantir. Við höfum ekki útilokað neinar breytingar, hvorki innan okkar eigin raða né í samstarfi milli flokkana, en við náttúrulega ráðum okkar málum sjálfur, sjálfstæðismenn. Það ekki hinn flokkurinn sem skipar mönnum til sætis í okkar röðum, og sama gegnur auðvitað Samfylkingu. Hefur þingflokkur Sjálfstæðisflokksins verið kallaður til fundar? Nei, ekki ennþá, en hann mun verða kallaður til fundar áður en að yfir lýkur. Verður það í kvöld? Ég veit það ekki ennþá. Munt þú leggja til breytingar á ráðherraliði flokksins? Það ætla ég ekki að segja þér fyrst manna. En Geir, hvaða líkur telur á því eftir þessar fundi ykkar að þessi ríkisstjórn verði áfram með völd að morgundaginn liðnum? Ég get ekki svara svona spurningu. Hvað eru möguleikar í stöðunni heldur en áframhaldandi samstarf Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks? Já, það eru kannski ekki sérstaklega margir eða góðir kostir. En ef að upp úr þessu slitnar, þá verða menn náttúrulega að grípa til annarra ráða. Hefur leitt hugan að þjóðstjórn? Ég hefur leitt hugan að ýmsu, og aðalatriðið er það að það sé að það stjórna landinu hér fram að kosningum. Þú hefur þingrófsvaldið, Geir, kemur til greina líka að rjúa þing og boða strax til kosninga? Ég hef ekki afsalað mér þingrófsvaldinu. Það kemur til greina? Þreifingar við aðra flokka? Ekki á okkar hálfu, nei. Við erum í samstarfi sem við tökum alvarlega og tölum ekki við aðra á meðan. En það kemur sem til greina alveg eins að rjúa þing og boða strax til kosninga? Eina sem ég vil segja það er það að þetta vald í höndum forsætisráðherrans og hann getur ekki gefið það frá sér, og ég mun ekki gera það. Muntu eiga fund með forseta Íslands í dag eða morgun? Það getur verið ákveðið slíkt.
Já, það áráða sönnu að líf þessara ríkisstjórnar hangir á bláþræði. Það eru kannski ekki nema 2-3 kostir í stöðunni að núverandi ríkisstjórn haldi áfram með þessum 2 flokkum eða þá að það veri tekið tilboði Framsóknarflokksins að mynda stjórn með Vinstri grænum, Samfylkingu og Vinstri grænir. En eins og forsætisráðherra myndi hér áðan þá hefur hann ennþá þingrásvaldi og sú staða gæti vissulega komið upp að hann boðaði hreinlega kallaði þingið heim og boðaði til kosninga. En við skulum heyra í Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur hvað hún hafði að segja þegar hún kom af seinna fundi sínum með Geir H. Haarde hér í dag. Hvenær heldur að það liggi fyrir hvort að þessi ríkisstjórn áfram með völd eða nýverð mynduð? Ætlum við erum ekki að segja að það liggi þá fyrir á morgun. Það verður ekki gert í klárað málið í kvöld? Já, kvöldið er nú ekki liðið. Þokaðist eitthvað áleiðis á þessum fundum með Geir? Já, það er spurning hvað átt við þegar þú segir þokaðist áleiðis. Við náttúrulega eigum bara ágætt spjall þær hugmyndir sem að uppi eru ýmsar breytingar sem þarf að gera og svo erum við að sjá hvernig niðurstaðan verður. Helstu hugmyndir Samfylkingarinnar, þær eru ýmsar breytingar í stjórnkerfinu eins og ég hef áður sagt. Já, það var þar, núna Björgvin G. Sigurðsson búinn að fara fram með góðu fordæmi og fjármálaeftirliti og þá hlýtur röðin að beinast að Seðlabankanum. Hafa verið eitthvað rætt við Vinstri græna að koma inn í ríkisstjórn með stuðningi Framsóknarflokksins ef að þetta gengur ekki upp í kvöld? Ég hef ekkert rætt við Vinstri græna. Viljið þið leiða ríkisstjórnina sem eftir af samstarfinu fram að kosningum? Já, ég meina við erum alveg tilbúin til þess að gera það og það gæti alveg verið vel ástæða til þess að skoða breytingar á verkstjórnarvaldi. Það er engin ástæða til annars. Við ræðum mjög margar hluti og það er allt undir. Þeir sjálfstæðismenn vilja kjósa 9. maí, hafið þið fyrir ykkar leyti sæst á það? Við teljum að það geti alveg komið til greina eins og hver annar en það er engin niðurstaða í því. Það verður að ræða það milli flokkan allra. Áttu von á því, Ingibjörg, að þú eigir eftir að funda frekar með leiðtogum Sjálfstæðisflokksins í kvöld? Ég á nú ekki von á því að það veri frekar í fundarhöld okkar á milli í kvöld, hvort að það verði fundarhöld á morgun, það er önnur saga. En þú sagðir áðan að niðurstaðan í þetta kæmi á morgun? Já, ég held að sé ekki hægt að bíða lengur. Ég meina við auðvitað ræðum málin í kvöld og niðurstaðan verður liggja fyrir á morgun. Það er ekki eftir einn að bíða. Hvað með þig sjálfa, Ingibjörg? Heldur þú ótrúið áfram sem formaður flokksins og sem utanríkisráðherra? Ég er auðvitað bara held ótrúið áfram í því að styðja ríkisstjórn og vera í henni meðan að annað er ekki ákveðið. Hefurðu starfsrek til þess? Ég er með ágætt starfsrek og ég þurfi auðvitað að ætla mér aðeins af núna. Ég er með ágæta heilsu ef út í það er farið, ég þarf bara að ná þreki. En hvenær verður arftaki Björgvins fundin? Veistu það, ég get ekki svara því, það fyrir nú allt eftir því hvernig ríkisstjórnin verður með, það held ég. Já, eins og framkom hér áðan, þá hafa forsætisráðherra og síðan Þorgerður Katrín varaformaður Sjálfstæðisflokksins funda hér á heimili forsætisráðherrans í allan dag ásamt framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins og það verið fundir víða í dag en Lillý Valgerður Pétursdóttir hefur fylgst með atburðarás dagsins. Gefum yfir á hana. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir byrjaði strax í morgun að ræða við nánustu samstarfsmenn sína stöðuna. Það var hádegisbil sem Ingibjörg Sólrún Gísladóttir kom svo hingað á heimili Geirs H. Haarde en þar var fyrir Þorgerður Katrín og síðan bættist í hópinn skömmu síðar Össur. Þegar klukkustundar liðin af fundinum kom Geir út og ræddi við fréttamenn. Og við erum að fara yfir stöðuna og eigum hér góðar og gagnlegar viðræður í þessi flokknu mál. Þessi staðan er óneitanlega býsna snúin. Býstu við því að stjórnarsamstarfið haldi? Já, það er ágæta líkur á því en það er ekki komin botn í málið ennþá. Og það er það sem við erum að tala og á hvaða forsendum og hvernig við ætlum að halda stjórn á landinu og gera það sem gera þarf næstu vikurnar. Og það verið hávara kröfur það að Seðlabankastjóri víki. Verður hún víki núna? Það liggur ekkert fyrir það. Það er ekkert útilokað? Já, það liggur bara ekkert fyrir neitt slíkt. Skömmu síðar komu svo Ingibjörg og Össur út en þau vildu lítið gefa upp stöðu mála. Ljóst var þó að mikil óvissa ríkti enn. Heldur það að þetta samstarf haldi, Ingibjörg? Vistu það er alveg ómögulegt að segja. Við verum bara að sjá hvernig hlutir axlast á næstu tímum. Eftir fundum með Geir hélt Ingibjörg heim til sín en framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins mætti á heimili Geirs skömmu síðar. Þrjúleytið komu svo flestir stjórnarmeðlimar Samfylkingarinnar á heimili Ingibjargar og voru þar þangað til hún hélt aftur á fund til Geirs 5-leytið. Að þeim fundi loknum klukkan 6 var óvissan enn mikil og sagði Ingibjörg þá að þeir ekki ljóst fyrir í kvöld eða jafnvel á morgun hvort að stjórnarsamstarfið héldi.
Lillý Valgerður Pétursdóttir á ferðinni í dag. Heimir Már Pétursson á sama stað núna þegar dagur að kveldi kominn. Við skiptum yfir á hann aftur hér á eftir andartak þar sem hann ræðir meðal annars við Einar Mar og hugsanlega fleiri. Fyrst þetta, þjóðstjórn besti möguleikinn í stöðunni að mati Steingríms J. Sigfússonar, formanns Vinstri grænna. Hann segist hins vegar ekkert hafa rætt við forystumenn Samfylkingarinnar í dag. Andri Ólafsson náði tali af Steingrími núna rétt fyrir fréttir. Steingrímur segir að sér virðist að ríkisstjórnin sé á síðustu metrunum. Upplausnarástand sé á stjórnarheimilinu. Og þá bara því fyrr sem því það stríð tekur af því betra og það kemst þó að minnsta kosti á hreint að framundan það verkefni að mynda einhvers konar nýja ríkisstjórn til að fara með málin fram að kosningum og þær kosningar þurfa að verða sem fyrst, einfallega til að eyða þessari miklu óvissu og upplausn sem nú grúfir yfir. Hefur eitthvað heyrt í forystumönnum Samfylkingarinnar í dag? Nei, það hafa verið stanslausi fundir, reyndar í öllum flokkum. Við höfum verið með okkar þingflokk tiltækan og við höfum ekki verið að tala við neina. Farið svo að ríkisstjórn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks haldi ekki eins og margir spá. Hvað telur að sé best í stöðunni? Já, ég finn það að hugmyndin þjóðstjórn sækir mjög á víða. En henni hefur nú verið hafnað fram að þessu af stjórnarflokkunum en ég þykist heyra þá út í samfélaginu að fólki finnist þá eðlilegast ef hægt var að mynda einhvers konar þjóðstjórn í þennan stutta tíma fram að kosningum en nú sé það ekki í boði þá verður að skoða aðra möguleika. Hvað vil segja útspil Björgvins viðskiptaráðherra annars vegar afsögn hans og svo hann setur stjórn fjármálaeftirlitsins af líka, hvað vil segja það? Jú, það náttúrulega hefði þurft að gera fyrir 3 mánuðum að endurskipuleggja fjármálaráðuneytið og það ágætt að Björgvin axli ábyrgð þó seint sé, ákaflega seint og ef hann nú að gera nokkrum klukkutímum áður en hann hefði hvort sem mist embættið þá var hann nú kannski ekki að fórna miklu. Steingrímur J. Sigfússon núna rétt fyrir fréttir. Nú Heimir Már Pétursson enn á vettvangi atburðana ef svo má segja fyrir framan heimili forsætisráðherra í Vesturbænum í höfuðborginni. Heimir Már, þú komið með stjórnmálafræðinginn og ætlar að rýna aðeins í atburði dagsins. Já, en ég nú eiginlega hérna með nýja frétt til að byrja með. Það var verið að rétta mér hérna fréttatilkynningum sem segir að á glæsilegu fundi talsmanna fjölmargra grasrótarhreyfinga lýðræðisumbætur var samþykkt að tengja saman grasrótuna og mynda samstöðu breiðfylkingar með það markmið að koma á nauðsynlegum breytingum og umbótum á íslensku samfélagi, breytingum sem ekki verið að vikist undan að gera í kjölfar efnahagshruns þjóðarinnar, allt frá bráðaaðgerðum til varnar heimilana og atvinnulífi til endurreisnar lýðræðis á Íslandi og fundurinn hefur sem þessi fundur samþykkti að vinna að framboði fyrir næstu kosningar. Þannig að það alveg ljóst að það komið nýtt framboðsafl fram á völlin sem bjóða fram Einar og við bara fáum þessa frétt hérna beint til okkur í Vesturbænum. Já, ég held að sé alveg ljóst að það verða fjölmörg ný framboð, það spurning bara hversu mörg og hvernig þeim gengur og þess vegna held ég að sé nauðsynlegt að það líði ekki of skammur tími til kosninga, þannig að bæði núverandi stjórnmálaflokkar og nýju fái tíma til að undirbúa sig. Það svakalega óvissa í loftinu og kannski rétt að minna á það, ég spurði hér forsætisráðherra það áðan, hvort að hann gæti hugsað sér að nota þingrósvaldið, en það kannski rétt að minna á það forseti Íslands sem á endanum veitir heimildi þess, en hann getur vissulega gert tillögu til forseta það og þá eru þetta búið til kosninga með sem skemmstum fyrirvara sem lög leyfa. Heldur að það sé möguleiki að forseti jafnvel samþykki það? Já, það nú alltaf verið litið þannig á að forsætisráðherra hafi þingrósvaldið en auðvitað formlega séð er það forsetinn sem að þá rýfur þing eftir tillögu frá forsætisráðherra. Það náttúrulega fyrir eftir því hvernig rauninni kvöldið og morgundagurinn spilast, það gríðarlega óvissa stjórn landsins og Samfylkingin hefur greinilega sett hérna fram í dag ákveðnar kröfur á Sjálfstæðisflokkinn breytingar. Þar held ég að séu þá Evrópusambandið hlýtur að koma þar inn og svo heyrist mér þessi mjög sterk krafa það að Seðlabankastjórn víki og ég rauninni velti því fyrir mér að þessir embættismenn sem sita í Seðlabankanum að mér finnst það svona ákveðið svona ábyrgðarleysi hvað þeir þrá sitja og rauninni halda lífi ríkisstjórnarinnar í höndum sér. Þú meinar að þeir ættu að sjá það hjá sér sjálfur? Ég held að þeir ættu nú bara að sjá sóma í því að víkja sjálfur. En nú hefur forseti Íslands, Ólafur Ragnar, sýnt það að hann kannski ekki alveg eins og fyrri forsetar, hann hefur beitt því valdi forsetans að senda máli í þjóðaratkvæðagreiðslu. Heldur þú jafnvel að hann myndi í því tilviki ef forsetisráðherra óskaði eftir þingur og hann neitaði honum það og kallaði annan til stjórnar?
Það reyndar ómögulegt að segja, en við sáum það þegar þessi ríkisstjórn var mynduð eftir síðustu kosningar að þá greinilega leit forsetinn ekki á það sem sitt hlutverk að hlutast til stjórnarmyndun og þrátt fyrir ýmsa vangaveltur aðra þá bara... Það var mikill meirihluti bak við stjórnina sem er nú enn við völd? Jú, vissulega, en hann lét Geir H. Haarde fá stjórnarmyndunar umboðið á þess að ræða aðra formaflokka, þannig mér svona sýnst að forsetinn líti þá ekkert endilega á það sem hlutverk sitt að hlutast til ríkisstjórn í landinu. Rétt að lokum bara heldur að sé að taka við núna mikið óróa og tímabil hvað sem gerist í íslensku stjórnmálum og það fara að gerast aftur eins og gerðist hér á 7., 8. og 9. áratugnum að það væru endalausar stjórnarkreppur. Já, það náttúrulega ómögulegt að segja og það náttúrulega verða kosningar í vor og það spurning hvernig flokkarnir koma út úr þeim kosningum, en það náttúrulega eru erfiðleika tímabil framundan og það auðvitað reynir alltaf á ríkisstjórn sem situr á hverjum tíma. Einar Már Þórðarson, stjórnmálafræðingur, þakka þér fyrir og ætlum við segjum þetta þá ekki gott héðan úr grannaskjólinu fyrir framann heimili Geirs H. Haarde forsætisráðherra og þetta ég vísa aftur upp til þín. Bestu þakki fyrir þetta Heimir Már, það gæti verið að lengdist eitthvað kvöldvættið þín, við sjáum til. En við segjum ykkur næstur á því að Björgvin G. Sigurðsson sagði af sér sem viðskiptaráðherra í dag. Þá óskaði hann jafnframt eftir því við stjórn fjármálaeftirlitsins að hún gengi frá starfslokum við forstjóraeftirlitsins og segði af sér í kjölfarið. Björgvin segir að fleiri verði að axla ábyrgð og beinir orðum sínum sérstaklega að stjórn Seðlabankans. Guðný Helga Herbertsdóttir hefur fylgst með þessu. Björgvin boðaði til blaðamannafundar fyrir hádegi í viðskiptaráðuneytinu þar sem hann las upp bréf sem hann hafði sendt Geir H. Haarde, forsætisráðherra, fyrr í dag. Ég beðist í dag lausnar frá embætti viðskiptaráðherra í öðru ráðuneyti þínu. Jafnframt hef ég kynnt á ákvörðun mína formanni stjórnar fjármálaeftirlitsins og mun hann segja af sér í kjölfar þessa. Þá hef ég óskað eftir því við stjórn fjármálaeftirlitsins að hún gangi frá starfslokum við forstjóra eftirlitsins og í kjölfarið segi stjórnin af sér. Björgvin segir að í kjölfar bankarhrunsins hafi verið ljóst að skapa þyrfti nýja samfélagslega sátt þar sem traust ríkir leikreglur og lýðræðisleg vinnubrögð og lagðar yrðu línur fyrir íslenskt efnahagslíf og stjórnkerfi. Þetta hefur ríkisstjórninni mistekist að gera. Með ákvörðun minni í dag vil ég axla minn hluta af ábyrgðinni á því. Ástæða ákvörðun minnar svo sannfæring mín að nauðsynlegt sé að ryðja brautina fyrir uppgjör og uppbyggingu sem byggi á trausti almennings. Björgvin segir að forsendur fyrir því að skapa frið og trausti í samfélaginu til endurreisnar séu meðal annars þær að stjórnmálamenn og stjórnendur stofnana samfélagsins axli ábyrgð. Og það blasir alveg við að fjármálaeftirlitið og Seðlabanki eru þar í algjörum forgrunni. Björgvin hyggst sækjast eftir endurkjöri sem þingmaður og vonast eftir opnu prófkjöri í aðdraganda kosningana. Þá hefur Björgvin tilkynnt ráðuneytisstjóra viðskiptaráðuneytisins að hann afsali sér rétti til biðlauna ráðherra. Formönnum stjórnarflokkana kom afsögn viðskiptaráðherra á óvart. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir ómaklegt að hann víki. Lillý Valgerður Pétursdóttir segir frá því. Formaður Samfylkingarinnar segir að hún hafi ekki þrýst á viðskiptaráðherra að segja af sér. Hann hafi tekið ákvörðunina einn og óstuddur. Það sem hann auðvitað að reyna að gera með þessu að búa í haginn til framtíðar, skapa hér meiri sátt og meira traust þau verkefni sem þarf að vinna í eftirlitsstofnunum samfélagsins og ég tel að það sé mjög mikilvægt skref sem hann þarna stígur og mikilvægt fordæmi sem hann setur. Björgvin greindi mér frá þessu öllu í morgun og komst persónulega að þessari niðurstöðu. Ég tel reyndar að það sé ómaklegt að hann víki. Hann hefur staðið sig mjög vel, finnst mér, og reynst traustur og góður samstarfsmaður. En auðvitað verður maður að virða svona ákvörðun og hún er af hans hálfu tekin til þess að leysa úr ákveðinni spennu sem myndast hefur í kringum hans ráðuneyti og hans stofnanir og hann telur að þetta sé besta leiðin til þess. Forsætisráðherra í dag. Jón Sigurðsson, fráfarandi formaður stjórnar fjármálaeftirlitsins, segist velta því fyrir sér að segja af sér í bankaráði Seðlabankans í kjölfar tíðinda dagsins. Stjórn fjármálaeftirlitsins lét af störfum í dag eftir að hún gerði starfslokasamning við Jónas F. Jónsson, forstjóra eftirlitsins. Hann mun láta af störfum 1. mars og fær 20,4 milljónir á 12 mánaða uppsagnarfresti. Guðný Helga aftur.
Stjórn fjármálaeftirlitsins fundaði stíft í fjármálaeftirlitinu í dag. Fundinum lauk klukkan 4 en þar óskaði stjórnin eftir að láta störfum þegar í stað. Stjórnin gekk einnig frá starfslokum Jónasar F.R. Jónssonar, forstjóra fjármálaeftirlitsins. Hann mun láta að störfum þann 1. mars næstkomandi og á samkvæmt ráðningarsamningi 12 mánaða uppsagnarfrest. Eins og áður hefur komið fram í fjölmiðlum Jónas með 1,7 milljón í mánaðarlaun. Hann fær því 20,4 milljónir á uppsagnarfresti sínum. Jón Sigurðsson, fráfarandi formaður stjórnar fjármálaeftirlitsins, segir að ákvörðun Björgvins G. Sigurðssonar hafi ekki komið honum á óvart en í henni felist ekki áfellisdómur yfir störfum stjórnarinnar. Þetta einfaldlega að víkja til þess að tefja ekki framgang breytinga í þessu viðfangsefni. Telur þetta sé pólitískt valdatafl? Það auðvitað þáttur í þessu máli. En ekki ég neitt hissa á því og hvart ekki undan því. Lífið pólitík. Ertu sáttur við þín störf og stjórnarinnar? Ég fullkomlega sáttur við mín störf og stjórnarinnar þann tíma sem ég hef verið þar, en ég tek það nú fram að það stuttutími. Það þetta ár, 2008. Breytir þetta einhverju störf þín fyrir Seðlabanka? Það líklegt. Ég þar bankaráðsmaður, kosinn af Alþingi. Ég velti því nú mjög fyrir mér að segja af mér þar líka. Fréttastofa reyndi að ná tali af Jónasi F.R. Jónssyni í dag án árangurs. Hjá fjármálaeftirlitinu fengust þær upplýsingar nú rétt fyrir fréttir að hann sæti á lokuðum fundi og ekki hægt að ná til hans. Nú íslenska ríkisstjórnin fyrsta pólitíska fórnarlamb alheimskreppunnar að mati erlendra fjölmiðla sem fjallað hafa afsögn viðskiptaráðherra. Guðjón Helgason. Breska blaðið Daily Mail fjallar afsögn viðskiptaráðherra á vefsíðu sinni í dag og segir ríkisstjórnina fyrsta fórnarlamb kreppunnar á vettvangi alþjóðastjórnmála. Blaðið fjallar einnig þá ákvörðun forsætisráðherra Geirs H. Haarde að gefa ekki aftur kost á sér sem formann Sjálfstæðisflokksins og veikindi hans. Sagt frá því að lögregla hafi í síðustu viku beitt táragasi gegn mótmælendum í fyrsta sinn í áratugi. Sænska útvarpið fjallar einnig afsögnina sem og flestir aðrir norrænir miðlar. Bandaríska stórblaðið Washington Post fjallar einnig málið á vefsíðu sinni og stöðu mála í íslensku efnahagslífi sem það segir vægast sagt báborna. Viðskiptablaðið Forbes hefur eftir Reuters fréttastofunni að viðskiptaráðherra hafi dregið í efa getu íslensku ríkisstjórnarinnar til að starfa fram að kosningum sem eru þá líkast til haldnar í maí. Hann dragi einnig í efa getu hennar til að takast á við ástand efnahagsmála. CNN vitnar í viðskiptaráðherra sem segja að margir beri ábyrgð á vandanum sem nú blasi við og að ríkisstjórninni hafi ekki tekist að endurvinna traust.